Got yourself. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine. I hope ya. Got yourself. You from the hood? I hope ya. Got yourself. You want beef? Hope ya. Got yourself. And when I see you, I'ma take what I want. Jæja, velkominir í Run and Gun Þátt 2 eða 1. Ég ekki búinn að ákveða fyrsta deildin í dag. Frábæri gestir. Ég vildi drífa mig að taka upp af því að atvinnuþjálfarinn Ísak Vím á leiðinni til St. Pölten til hamingju með það. Þakka fyrir. Þú fara helgina? Já, laugardaginn. Þú ert hér af því að þú hefur komist upp úr fyrstu deildinni? Já, og fyrst og fremst gríðarlega áhugamaður fyrstu deildina. Fyrstu deildina, unga leikmenn þjálfaðir við 18 hérna í sumar. Já. Og svo ertu náttúrulega líka eiginlega eini vinur minn úr körfuboltafjölskyldu. Já, eini eftirstandandi. Þannig ég gat ekki fengið einn annan. Einu þjálfarstéttinni. Já. 10 ára síðar, já, eini sem eftir. Já. Hérna, Tommi, þú ert hérna bara vinur minn. Já, einmitt. En fyrir utan það ertu svona rödd sýn í kringum leikina sem eru sýndir á... Ég er sérfræðingur sínar í fyrstu deild karla. Það er það sem ég er. Já. Þú ert búinn að lýsa öllum þessum leikjum sem eru alltaf á sín eða ekki? Jú, flestum. Svona því ég hef komist. Og þetta var í rauninni fyrsta giggið þarna innan sínar. Það var að lýsa hvort það hafi verið Breiðablik Haukar. Já. 21 sko. Og já, ég hef alltaf reynt að taka þess að þeir eru sýndir. Þá hef ég alltaf reynt að taka þá. Ég hef haft mjög gaman að þessari deild sko. Hef haft lengi. Mikill missi. Þú misti á nokkuðum í fyrra playoffs. Já, Heimir Snær tók þá. Nei. Heiðar Snær. Heimir er vinur hans. Ég hleypt Heiðar inn í þessa leiki sko, en já, við tveir höfum tekið þetta. Já. Hérna, sko, þetta verður þannig hjá okkur í dag. Við ætlum að fara í gegnum þessi lið. Ég og Ísak erum búin að þrískipta deildinni. Já, einmitt. Ég held að ég sé búin að senda á þig. Já, ég fékk þessa þrískiptingu ykkar upp, já. Já. Við erum búumst alveg við leikmönnum í einhver lið. Þannig að hérna... Já, við verðum alveg opnir með það. Þetta tekið upp þetta 13. ágúst. Já, það er alveg, ég meina það eru 6 vikur í fyrsta leik eða ekki? Jó, cirka, já. En það er samt alveg svona að færast smá mynd á þetta. Og hérna, efsta lagið, ég meina, þau lið eru svona kortir í tilbúin, Sindri og Höttur og Fjölnir. Setjum þau 3 í efsta lagið. Já. Ok. Og hérna, og svo er miðjan, þú veist, svona, eiginlega bara allir aðrir, sko. Setjum við ekki Hauka þarna í þetta efsta lag? Ég meina það, ef það er bætt einhverju við, þá jú, förum yfir það eftir. Já. Ég held að íslenski, við hefum svolítið búin að vinna smá heimavinnu og svona fara á milli liðana og spyrja svona hver áætlað að loka fjöldi útlendingar sé og svona. Þannig að ég held að íslenski markaðurinn sé svona nokkurn veginn lokk nema einhverjir svona ungir sjá ekki fram á spilatíma í byrjun tímabils í efstu deild og fari niður, sko. Ég man þegar ég tók við Hamri, þá sagði Lalli formaður við mig, sko, það var einmitt, komið svona 20. ágúst og við vorum ennþá, 5 á æfingum, sko. Erlendi leikmenn ekki komnir og fáir sem kannski voru í Hveragerði. Og hann sagði við mig að Pétur Ingvar sagði alltaf við hann að brauðmólarnir, þeir losna þegar líður á september. Þannig ég ætti að hætta að bjóða alls konar mönnum einhvern bensínpenning og það koma í Hamar, bara bíða þá til æfingarleikarnir byrja í september, þá losna brauðmólarnir sem úrvalsdeildarliðin losa. Já. Og það á alveg eftir að gerast. Já, það er ekki byrjað, myndi ég halda. Það og einhverju myndi taka vensla en það bara, myndi bara gerast þegar tímabilið byrjar, sko. Sko, ekki bara, þú veist, fyrsta deildi, það er búið að, ég er búinn að hlusta svona 100.000 hlaðvörp þar sem að menn tala um að þessi fyrsta deild sé svo mikilvæg að því að... Erum við fjöllunum svona mikil? Já, þú veist, það er bara sama hver, nei, hún er alls ekki mikil, en þegar einhver gerir eitthvað podcast, þá er alltaf svona smá upphitun fyrstu deildina og þú veist, og allir tala alltaf að fyrsta deildin sé svo ætti í raun að vera einhver svona deilda sem að, þú veist, ungir leikmenn eru að verða til og svo koma þær upp í einhverja atvinnumannadeild í efstu deild. Þróunardeild. Einhvers konar þróunardeild. En svo erum við bara, þú veist, alltaf komnir í það bara í nóvember að það eru, þú veist, 3, 4, 5 hálfa atvinnumenn í öllum liðum og
þú veist, ég man að ég fór á leiki í fyrra hjá Snæfelli, ég var brjálaður eftir hann. Það er bara einhver svona efnilegasti leikmaður landsins, Sturla. Bara 2 metrar og getur skotið þristum og svo voru, þú veist, 3 spænskir húsverðir í staðinn fyrir hann inn á, sko. Já, þetta er bara, þú veist, það vindur upp á sig. Þú veist, bara svona litla þróunadeildin, skilur, það eru bara allir að reyna að vinna. Já, þú segir það líka, þú getur tekið til samanburða hérna í fyrstdeildinni fyrir það, KFG reyndi að vera með 1 kana og svo bara ungu strákana úr Stjörnunni. Já. Og þeir fjallu. Einmitt, við vorum að tala, en svo finnst mér líka stundum, sko, það er alveg fyrir neðan virðingu einhverja leikmanna sem halda að þeir, þú veist, þeir finnst betra bara að vera 10., 11. í efstu deild heldur en að spila í fyrstu deildinni. Það sé bara eitthvað svona, eða svona deild undir þeirra virðingu, sko. Algjörlega. Það er þannig á einhverjum ungum leikmannum, sko. Já, ég meina, ég og Ísak höfum báðir reynt að sækja þessa leikmenn í góð fyrstu deildarlið og það er bara símtal númer 3 og ætlar virkilega að vera 11. maður í Val eða Stjörnunni og sjá ekki gólfið og bara, já, mönnum finnst það bara næs. Einmitt. Sumum. Já. Það er alveg vandræði, einmitt líka bara ofta, og þessi lið út á landi bara manna þetta. Þú veist, jú, það var kannski alltaf ekstrím dæmi með Sturlu hjá Snæfell, þú veist, auðvitað á hann að spila. Já. En ef ekki hann fyrir hvernig er þá liðið hann út? Þú veist, algjörlega, sko, en sum lið þurfa bara að vera með 4-5 útlendinga, ef það á að vera eitthvað körfuboltastarf, þarna. Já, kannski myndi þeir ekki ná 10, sko, en þú veist, ég veit ekki. Þetta er... En já. En við förum aðeins betur í það líka eftir, það hafa oft verið færri leikmenn sem eru að taka slaginn út á land. Já. Ungir strákar. Það funnst strákur sem að, ekki bara byrja það, förum bara í efsta lagi, fáum við það upp spjald. Já. Þetta eru liðin sem við spáum að verði í toppbaráttunni. Já. Við setjum pressu á Balla Risa og félagi í Fjölni og setjum þá með Hetti og Sindra og byrjum bara í liðinu sem að við setjum í efsta sæti. Þið tveir eru algjörlega ábyrgir fyrir þessu layer dæmi, sko. Byrjum bara á því að tala um þetta svona 7 manna kjarna hattar sem að þeir halda bara svona í frá því síðustu ár úrvarsdeildar. Já. Sami þjálfari, sami kjarni. Sami aðstoðarþjálfari held ég líka. Og þetta er svona lið sem er búið að fara saman upp og niður, í playoffs, í fjaralega úrslit í bikar með Viðar sem þjálfara. Og það er bara, þetta er gamla bandið. Þetta er elsta helvitis bandið. Elsta bandið er ekkert eðlilega gamalt band líka. Er bara ennþá að telja þarna í og þú veist, á meðan Viðar er þarna, þá er þetta bara jójó. Þú veist, þá fara þeir upp, svona yfirleitt. Ég er dálítið hræddur það, sko, í kjölfarið. Þegar það kemur að því, einhvern tímann mun Viðar hætta. Þá hefur bara miklar áhyggjur af framtíð körfubolta á Egilsstöðum, sko, að það væri höttur bara dálítið eins og Snæfell er núna, sko. Ég hélt samt núna að því að þú veist, Viðar fór niður. Svona gerði alveg vel með, þú veist, ekki dýrasta liðið oft og eitthvað svona vann alveg mjög flottar sigra og kom til playoffs og eitthvað svona. Ég hélt alveg að það kæmi jafnvel einhver svona þjálfara Dominos effekt í gang og hann myndi, einhver kapall og hann myndi enda með Þór Þórðarsöfn eða fá eitthvað úrvarsdeildargegn, skilurðu, og flytja. Það var náttúrulega mikið verið kallað eftir því að sjá hann þjálfauksar annar staðar en hann á Egilsstöðum. Hann elskar Fljótsdalshérað. Já, það bara virðist vera svoleiðis. Þannig að, já. Hann náttúrulega orðinn þriðji þjálfari Allandsliðs kalla líka, já, sko, er það ekki rétt hjá mig að þeir eru ekki búin að fullnýta útlendingakvótann? Sko, ég fór í gær og tók smá heimavinnu. Já. Þeir eru með Obi. Já. Hann er Ungverji áfram. Já. Hann er 42 ára. Nemanja fékk vegabréf. Hann er Íslendingur. Nemanja Knežević. Já. Og Gardia Ramos. Þeir eru orðnir Íslendingar. Nemanja og Gardia Ramos eru Íslendingar og þeir eru re-signed. Ég veit ekki Matti Karlovits, ég veit bara að Hraunar Guðmundsson var Sérstakur sérfræðingur verður sérfræðingur með okkur í vetur. Hann sendi mér mynd af innrömmuðum búning Matti Karlovits sem er uppi í sundlauginni / íþróttahúsinu. Hann er ekki að fara fett. Mér fannst það ekkert eðlilega hart að vera með númer 77 innrammað
bara á veggnum. Já. Og þeir eru hvað eru þið búin að vera að lengi Karlovits og Trotter? Er þetta 3. eða 4? Trotter kom 22-23 tímabilið. Voru þeir ekki... Vespar, hann er ekkert að vera yngri. Nei. Svo voru þeir... Hann yngist ekki. Það fyrst svo vel inn þarna. Svo voru þeir búinir að sæna einn, eða ekki? Og búin að sanna kanna. Já. Þannig að ég var velta fyrir mig, þegar við með alveg þottalega góða 7 manna fyrstdelda átreiningu. Sko, þú stiltir upp byrjunarliðinu hérna. Já. Þú settir Obi og Adam ástfeist. Já. Kana. Já, Kanin held ég einhver kombó líka. Já. Svo ertu með Karlovits byrjunarliðinu, ég efast að það verði. Já. Og svo ertu með hérna Nemanja Knežević. Já, ég er svolítið að stilla upp sterkasta liðinu. Akkurat núna. Þú veist, þess vegna ég að segja, sko, Gardia Ramos kemur þá á bekknum. Já. Ásmundur Múli kemur á bekknum. Ásmundur Múli, eru þið ekki með hérna... Var ekki Eysteinn þarna líka? Og Eysteinn, það kom allavega announcement. Já. Ásmundur Múli var hann aðalega bara með KFG eða eitthvað í fyrra? Já, hann er búinn að vera mittum mikið. Hann mittist mjög, hann er góður, sko. Já. Þetta er gott move, en það sem ég var að segja, sko, minn punktu er það er fyrir allavega einn útlendingi viðbót þarna. Það er pláss. Já. En mér finnst þetta bara að vera svona hund. Ég var fyrst svona Sindri, að þeir eru með fullt af þekktum stærðum og það næst. Já. Ég er bara svona, þetta er bara svona úrvalsdeilda fallbaráttu. Já, einmitt. Þeir myndu, akkurat í dag, eru þeir klárlega betur mannaðir heldur en Ármann, Þorlákshöfn, Ía og bara jafnvel einhver lið sem er ekki búin að annánsa eða sækja útlendinga eftir. Já, þetta er bara sama, þú veist, er einhver farin úr þessu gamla bandi? Ég meina, Karlovits, Knežević, Trotter, Nei, maður veit ekki með Karlovits, hann var sögursagnir í fyrra að hann væri hættur. En hann er samt, hann var annánsaður, sko. Hann var annánsaður? Já, ég er nokkuð viss það, sko. Sko, fyrir mér er þetta bara team to beat. Ef þú væri með 4 lög, þá myndi ég setja Hött í efst. Já, þeir kunna þetta. Já, hann know-how þarna. Og þú veist, mér man líka bara, þú veist, þegar ég var, held ég að þjálfa í Hveragerði og tapaði við einhverjum leik, held ég á móti okkur í Hveragerði, fór svo og vann, hérna, var Ivanković að þjálfa Snæfell. Já. Og við erum mættið þarna Fróðufellandi og við erum unni með 90 og eitthvað stigum. Munið eftir þessu? Já, það var bara... Kom vælupistill úr hólminni og Króatanum að why do you need to pressure fourth quarter, þú veist. Já. Hann, það sem ég er að segja bara, hann er alveg svona ruthless guy. Já, algjörlega. Þeir eru alveg bara, þú veist, það er bara, ef þeir tapa 2 leikjum í röð, þeir eru vanir að tapa svona 3-4 leikjum í fyrstild. Já. Já, þeir bara, einmitt, með að viti þetta, þá bara er þetta... Það er bara fyrsta sætið og ekkert annað. Já. Heyrðu, en það er ekki bara að vinda okkur í næsta? Já, fá Sindra spjaldið upp á skjáinn. Það erum við með 4 útlendinga. 3 þekktar stærðir. Já. Ég eftir að annánsa Kana. Já, ég eftir að tilkynna Kana, einmitt. Já. Sko, skilst mér að Gísli Halls, ég setti hann hann upp. Hann er ekki búinn að sæna, skilst mér. Já, hverju sækir ekki bara einhver. Sko, Gísli Halls hefði átt að vera leikmaður ástu fyrra í fyrstu. Já, Gísli Halls verður þarna áfram með Sindra, sko. Já, mér skilst það að sé alla líkur á því, en það er bara eftir að setja blekið á. Sko, Tommi tók eitthvað djam. Já, ég alveg bara komst í Instakopp. Já, ok. Í sumar. Og það á bara... Nú á að komast upp. Já, þetta er í 4. árið í röð, held ég, sem er svona... Jafnvel meira. Já, bara svona 1 pússetni viðbót og nú drullum við okkur upp. Já. Og mér finnst allavega þessir leikmenn sem er búið að sækja. Clayton Ladín og Gigi Gliotti og... Sördan. Og Sördan sérstaklega. Já. Þú veist, betri leikmenn, það er svona allavega meira prúa leikmenn en hafa komið þarna... Þetta er líka... Þetta eru 3 leikmenn sem hafa bara alveg spilað ágætlega í úrvalsdeild á einhverjum tímapunkti. Því stundum hafa komið í Sindra bara sko einhverjir gæjar, bara... Já, og mjög oft bara eitthvað svona, hringir maður í Skúla Ingiberg, skuggaformann. Bara svona, hvað þú bara sækja hérna. Brói er kóngurinn, en jú, skuggaformaður er Skúli. Já, og Skúli alltaf bara eitthvað svona, það bara kostar ekki neitt, sko, hann er bara að fara að vinna í verksmiðjunni og þjálfa og svo fær hann, þú veist, einhverja mat. Það heitir þessar 500 efur. Já, það er alltaf verið að tala um þessu 500 efur. Gamla systemið var bara að það er pláss fyrir 6, 4 verið vinnu, við erum með húsnæði fyrir alla,
tveir geta þjálfa og fá borgað. Þú veist, það var allavega á einhverjum tímapunkti var það system. En sko, breytingin núna að þeir eru með Magnús Dag sem kemur úr IR, fengur Birgir Leó líka heim úr Fjölni. Þeir eru með Freyka Beast. Já, Elli Bóa kom hann fyrir 2 árum, eða í fyrra. Þeir eru með Gísla Hals, þeir eru komin með 5 íslenska fyrstu deildar körfuboltamenn. Sérstaklega ef Gísli Hals, og ég menna það bendir allt til þess að hann spili þarna. Hann bara með betri Íslendingum með þessari deild, sko. Ég held nefnilega, þú veist, svona á pappír þetta byrjunarlið klárlega sterkasta byrjunarlið til dæmis. Þú veist, ef við tökum bara gæðin á blaði. Hvernig byrjunarlið? Það Kani, það Söldan, Clayton Ladín og Gísli og Gigliotti. Gigliotti var náttúrulega í fyrstudeildinni síðast þegar ég var í fyrstudeildinni. Gigliotti og hann er frábær fyrstudeildleikmaður. Og svona næstum því, máliðið með hann og úrvalsdeildi fyrra, hann var bara í alltaf góðum lið. Já. Eða, ok, KR-fittir þetta skildi ég bara aldrei. Nei. Grindavík var bara með alltaf mikla væntingar í þessi stöðu til að vera með hann í. Já. Það hefði verið flottur í... Hann var bara eitthvað 4. og 5. option, sko, eins og í Grindavík. Já, hann er svona neðri helmingur úrvalsdeildar, finnst mér. Já. Já, sko, Clayton Ladín, hvað var hann í? Hann var í Breiðablik? Já, ég segi, en þú veist, í fyrra, hann var ekki í Íslandi í fyrra. Austurríkið ekki? Nei, ekki Austurríkið held ég. Nei, þá myndi ég nú Ísak vita. Ég held að hann hafi verið Austurríkið. Ok, mér fannst þess að það hefði á Ítalíu. Við erum mjög djúpir hérna og þetta verður alveg nördaþáttur þó svo við séum gríðarlega skemmtilega líka. En ég meina, ef hann bara ég man ekki í hvaða helvítisliði Clayton Ladín var í fyrra. Ég er ekki bara með það hérna, sko. Nei, ég fyrirgefi það. En hann var fínn hérna. Hann átti spretti í fyrstu deildinni allavega því levelin sem var þá. Hann var frábær með hrunumönnum. Já, gæti hann alveg verið geggjaður. Líka sko, þú veist, allir þessi gauðar, þú veist, Þór Akureyri fyrir og eftir Gigliotti, þú veist, mikill munur. Já. Þú veist, Skæinn fór upp með Söldan í bara flottu hlutverki. Já. Þú veist, við höfum ekki að tala hrunamenn í dag því þeir eru ekki lengur í fyrstu deild. Þú veist, og þeir áttu líklega sitt besta tímabil í fyrstu deild. Þegar Clayton Ladín var... Svo var hann flottur í... Já, hann flottur í blikum. Já, en sko málið, mér er þetta samt svona áhugavert að því að sko Nebo er með sérstakann stíl á, sem sagt, körfubolta, Nebojša Knežević, sem þjálfaði IA fyrst og núna er hann með Sindra. Þeir spila hægt, þetta er low-scoring leikir, þetta er svona, þetta er mjög ólíkt. Þetta er mjög taktískt, þetta er mjög evrópskt. Þetta er mjög taktískt, ég hef lánað leikmenn til hans upp á Skaga og þeir hötuðu á æfingarnar. Já. Það var bara verið að slæta til hægri og vinstri alla Balkanskaginn. Clayton Ladín og Söldan hafi ekki reynd að spila vörn í lífinu. Nei, þeir eru ekki þannig, sko. Og Gigliotti fínn í öllu en ömurlegur pick and roll vörn. Já. Þetta er ótrúlega ónebólegt. Já, við ætlum að setja þetta upp sem einhvers konar 5-manna svona varnar-unit, sko. Þetta er það ekki, sko. Þetta er það alls ekki, en... Kannski ætlum að breytum leikstíl. Já, ég sko... Það sækja buckets núna og bara skora meira en hinnir. Þeir eru alltaf með leikmennina alltaf í það. Þú veist, þeir eru að fara í þetta neðra tægir hérna sem við erum að fara yfir og eftir. Þeir eiga bara með þetta, þeir bara geta hlaupið yfir það, skilur. Það þarf ekki að spila. Já, þú veist, þeir eru líka bara með þó að þessi útlendingaregla sé komin. Já. Þú veist, þá eru þeir með bara, þú veist, allt er læg breytt, sko. En eru þeir, sko... Því íslenska breytin hefur ekki verið nein. Nú er þetta 3-4 sem geta spilað. En taka ekki point guard Kana með þessu? Eða er Ladín að fara að vera point guard? Sko, ég hefði fyrst að eftir að taka stóðan Kana, en svo sænum við ekki Gigliotti, þannig að það hljóta... Shit! Það hljóta að vera hérna að breyta þess aðeins, þú veist, þannig að ég myndi halda... Það er eiga Kanan inni? Nei, mér skilst ekki. Sjá hvað vantar? Nei. Það er náttúrulega, það er þekkt, sko, fyrstudeildartrikk. Að bíða með Kana-prósenti taka til í janúar. Sindri er samt í dauðafæði á að vinna þessa deild. Sko, play-offs er líka dýrt fyrir Sindrar. Já. Er ekki enda á, þú veist, annað sæti til 9. sæti í play-offs? 2-9. Chris Kert-reglan sem var sett í kóð. Já, en þetta er svona einmitt að því... Allir fá að vera með í play-offs. Það er alltaf að sjá hvernig höttur verður. Ef þeir verða bara afl sem verður ekki hægt að vinna þarna, það skiptir þetta 2-9, eða þú veist, það er þetta 2-9, skilur við. En heimavöllurinn? Já. Í fyrstu? Já. Ánga til að Sindri töpuðu 3-0 fyrir að á móti Ármanni eða ekki? Breiðablik, já. Það hefur búin að láta sópa sér 3-0 út 2 við, sko. Þannig að ekki hafa verið að vinna á heimavelli það. Ég var alltaf að vinna með, sko, ef þú vinnur fyrstu deildina, sem ég hef bara gert einu sinni reyndar en reyndi oft, að sko,
seasonið alveg sko 2 mánuðum styttra ef að þú kemst beint upp. Ef þú ert með 3 útlendinga, það er bara, þú veist, þrisvarsnum, ef ég þetta ekki, 6.000 til 12.000 punda evru sparnaðar. Bara í laun. Þetta fyrsta sæti alveg mjög dýrmætt. Það mjög dýrmætt og bara fyrir hött að þurfa ekki að fljúga í 3 seríur, sko. Já. Herri. En ég ætlaði samt að koma með 1 punkt. Hvað er punktin? Þegar Tommi var á einhverju fylliði þarna í sumar. Þetta verður, því nú þekki ég ágætlega svona íslenska kjarnan í þessu liði. Þetta verður einn helviti skemmtilegu klefi. Já. Þetta verður sko, það er alveg sama hvað útlendingum þú hefði hnúðið þarna saman. Gísli Hals, Magnús Dag, Elli Bóasson, Hversu miklu máli skiptir að vera gaman í fyrstu deild? Það er ótrúlega miklu. Það verður eiginlega að vera. En Frikki Bíst og Elli Bóa verða stjórnandi sjóinu þarna, inn í klefa, þú veist. Og þeir eru ekkert hræddir við það að hafa gaman. Nei. Verðist vera sko, þarna yfir tímabili. Það er kostun með fyrstdeildina, spila á föstudögum. Spila á föstudögum. Já, kannski leikir í bænum. Gist eftir útileiki, mögulega skila sér heim á sunnudegi. Já, maður myndi halda að þess vegna krótaði Frikki Bíst undir 1 ár í viðbót, sko. Þetta er skemmtilegt, fyrst og fremst. Og gaman að vera í þessu og það er vel haldið utan í hlutina þarna. Sindri á, maður vonar það alltaf, ég vonar það alltaf. Er þetta besti klefinn í fyrstu deild eða? Já, ég er það. By a mile? Ég er það. Ég þekki þessa stráka ekki neitt, þú þjálfaðir náttúrulega einhverja þarna. Já, þetta er hérna... Já, KF-klefinn hefur nú oft verið talað, ég held að hann sé samt aldrei dramatískur, sko. Já. Getur verið og svona... Förum við þá eftir? Já, við förum þá eftir þetta, En svo það verður ekki 2 tíma þáttur. Ef við þá fara í 3. liði sem við setjum í efsta lag. Fáum upp á skjáinn Fjölnismenn sóttu, já, elsta mann deildarinnar. Okkur finnst Höttur vera gamlir en Fótiós, hann var sóttur í Grafarvoginn. Fór með þjálfaranum bara. Nei, fór til Halldór Karls. Já, Halldór Karl er náttúrulega bara með kvennalið. Já, hann er bara yfirmaður skrifstofunni. Já, er hann ekkert þarna? Nei, það er bara risinn. Það er bara risinn. Þeir sóttu líka Óskar Jörgensen. Já, gott sæn. Ég vil horfa á þetta sem bara trade hjá Ír og Fjölni. Jörgensen var ekki Rapp Kristján. Jú, þetta er bara slett trade. Ok, og hvað? Já, ok. Þeir missa Rapp, það er rétt. Þeir missa Rapp. Hann var náttúrulega búinn að vera byrjunarliðsleikmaður. Svona ákveðið lím, Fjölnismaður. Hann er nú búinn að vera herra Fjölnis, sko, hann var þetta þegar Knúbirarnir voru að spila, sko. Þannig að... Hefur litið nákvæmlega eins út og gert cirka bát nákvæmlega það sama öll þessi ár. Já, bara í 8 ár. Mjög stedd í tölfræðalínu held ég alltaf hjá honum. Svona Phil Neville. Já, jú. Svo sóttu þeir Viktor Steff úr Álftanes. Já, sem átti náttúrulega ekki merkilegt tímabil í efstu deild. Nei, það var ekki breakout season. En á undan því var hann hann var í allt og breiðu Álftanes. Þetta var alltaf mjög einkennilegt allt sem hann hafði verið. En þar á undan var hann ekki valinn besti leikmaður fyrstu deildar? Eða var hann valinn efnilegasti leikmaður fyrstu deildar? Var hann ekki valinn besti leikmaður fyrstu deildar? Jú, hann valinn besti leikmaður fyrstu deildar. Þannig að þú veist, þeir eru með Lauga. Já, hann er 2007 módel. Erum við að búast við því hann sé í byrjunarliðinu? Já. Ok. Sigvaldi, Viktor Steff, Óskar Fótiós. Já. Og Luis Dianculo. Hann er verið hérna í mörg ár. Já, það er skrokkur. Svona hálfgerður svindlkallinn í tegi fyrstu deild. Já. Kannski ekki endilega mútið Nemanja og Gigliotti en þú veist heilt yfir. Já. Hann er meiddur og kemur inn, ég var eitthvað að spjalla við. Það er óljóst, sko. Þú veist, hann er bara á landinu, hann verður með kvennaliðið og... Þetta voru vondmeiðsli. Þetta var vondmeiðsli. Ég er svona, þú veist, ég held bara í besta falli verður nú fully fit í play-offs. En þú veist, þetta liðið tilbúið? Já, þeir náttúrulega eru með svona Walmart-útgáfuna af Lewis. Will Thompson. Will Thompson, sko. Þú veist, sem að kemur inn á og ef að berjast og ef að Hann er að berja? Hann er að berja. Hann er með olbúan úti. En eins og ég segi, við ætlum að vera djúpir hér og veikir, en ég ætla ekki að fara að ræða hann. Will Thompson. Ok. Við ætlum ekki að fara í hvernig pick and roll Will Thompson mun spila. En ég finnst þetta að vera dálítið bara verkefni fyrir Balla núna er að halda þessu liði á tánum, sko. Út tímabilið. Þeir eru ekki að fara að vinna þessa deild, sko. Nei.
Og þá þarf það að peysa sig rétt, sko. Líklega að Fjölnir sogist niður í, þú veist, Skallagrím, Haukar, Breiðablik heldur en að þeir séu að horfa í Sindra og Hötn. Ég held að hann má rosalega lítið út að bregða held ég á Fjölni. Sérstaklega eftir þið mistu Vapn, ég held að það við smá högg í... Ég meina það pælir náttúrulega enginn í körfubolta í Grafarvogi. Skilur, það enginn áhugi fyrir körfubolta. Það einhver í einhverjum íþróttum í Grafarvogi. Minnst körfunni, þá myndi ég halda. Það hefur aldrei verið stemning, en hann hefur alltaf verið þarna. Já. Haldið þessu, límið held ég. Ég meina þeir eru með 2 af öflugustu íslensku leikmönnum fyrstdeildarinnar. Já, bara klálega. Sigvaldi og Viktor. Þeir eru með 2, þú veist, það er búið að vera alveg upp og niður hjá Sigvalda, þú veist, með höfuðmeiðsli þegar hann var hjá mér í Haukum og Viktor fekk lítið að spila af og til með Álftanes, en þetta er svona 2 svona leikmenn sem að sko Ármann, Þorlákshöfn, IA og bara svona þessi lið sem að vantar íslenska leikmenn. Þú veist, þetta eru betri leikmenn heldur en þeir sem eru í þessum lið. 7. og 8. maðurinn í mörgum liðum. Nei, ég meina þeir væru báðir örugglega bara í byrjunarliðinu í Þorlákshöfn. Já. Eða ekki? Jú, allavega í einhverju róteyfingu. Já, þetta væru rotation leikmenn í langflestum liðum. Já, neðri helmingur úr. Ef allt fer á gjörsamlega besta veg, skilurðu, þá væru þetta rotation leikmenn í... Ok, bara Njarðvík. Við erum með Veigar. Já, ég segi það. Og hvað? Já, en þetta fer yfirleitt ekkert einhvern veginn á besta veg yfir af einhver meiðsli og þeir hafa alveg átt, Sigvaldi var átt sko stinker einhvern veginn inn á milli í fyrstu deildina meðan hann alveg tekið rispur sem hann var bara ekkert góður, sko. Já, algjörlega. En þegar hvað bestur er hann ógeðslega góður, sko. Þeir eru körfuboltamenn, báðir tveir. Já. Algjörlega, ég er svona, en þú veist, en Fjölnir þau að haldast heilið, það er ekki spurning, sko, en Óskar, því ég veit að þeir taka bara þess að 2 útlendinga og býður svo eftir að Lewis... Og ekkert pikk, en Ballinn alltaf kemur inn í þetta liði fyrra þegar að Bossi er þarna mjög neðarlega og fer yfir í IR sem var steikt. Af því hann var bara mjög neðarlega með Fjölni at the time og maður heyrði ekki frábær hluti úr Grafarvogi. Og svo einhvern veginn var maður svona forrið eitthvað Balli við, en það þekkjum allir Baldur, það þekkja bara allir Balli. Og það er enginn sem að heldur einhvern veginn bara ekki með honum í lífinu. Þeir bara the most likeable gaur í heimi og ég þoli fæsta en þú veist, hann er bara geðað fínn gaur. Og maður var svona, hvað ætlaði hann pikkið upp, sko? En svo bara sækir hann eldgamlan Fótiós, Jörgensen og heldur meiddur Lewis og maður er svona, wow, safe bet, ekki spennandi bet einhvern veginn. Nei, en ég veit alveg svona, maður hefur ákveðna hugmynd budgeti hjá Fjölni og það er ekki hátt. Þú veist, og Óskar Jörgensen fyrir þann pening sem hann hefur verið að fá. Það er flott. Það er gott sæn. En þú veist, Baldur skellti sér ekki á YouTube og WhatsApp í sumar. Nei, hann slapp við leiðilegustu vinnuna. Hann slapp við leiðilegustu vinnuna. En mér finnst samt hérna með Fótiós, svona, þurfum við ekki að fara að gefa honum bara break. Já, það dróð svakalega á honum. Já, hann er bara að spila bara mörg flott season hérna á Íslandi, sko, og nú þurfum við bara að fara að gefa honum break, held ég, sko, þetta var... Þeir eru mjög illa mannaðir í teiknum með Lewis Meiddan. Af því að þið mistu Vapn. Og vel gamlan Fótiós. Einmitt. En þá er fínt að Viktor og Sigvaldi séu báðir 2 metrar. En þá kemur maður sín nefnda á hann, Will Thompson, hann kemur inn á bekknum. Takk fyrir þetta, förum í næsta lið, næsta lag. Lag Level, ekkert lag. Sko, sýnum bara miðju lagið. Við erum hér með a bunch af liðum. Og... Þetta eru 5 lið þarna, eða ekki? Jú, við ætlum sko eiginlega að sko ræða þetta þannig að þú veist, hvort eru þessi lið að horfa upp eða niður? Hvort er líklegra að gerist, fattiði mig. Og byrjum bara á Breiðablik og ég þú náttúrulega eittir sumrunum bara með Mikael Mána. Jú. Var þið herbergisfélagar eða? Við deildum mjög þröngu hjónarúmi út í Södertali, þannig að Var hann litla skeiðin? Hann var litla skeiðin. Varstu eitthvað að kissa á hálsinum? Já, það var smá bara ást, skilur við. Hvernig er kotta hérna þar, ef það fara bara yfir lítaðinska mótsinu og renni lásinn? Það er bara hvernig ég var að dekka spænska pikkanu ólega á morgun, sko, þú veist. Eigum við að hetsa? Já.
Þannig að já, við áttum... Voru í alveg saman í herbyggi? Í Norðurlandamótinu sem styttra, en á Evrópumótinu fengum við aðeins meiri fyrir fólk hvað öðrum, sko. Sko, Blikarnir. Búin að gefa vel á markanum. Já, ég er ekki mjög alveg seldur Novak frá Selfossi. Nei, ekki sem, sko... Þeir sækja Novak á Selfoss. Allt í lagi stórmaður. Samt ekki nógu heavy. Nei. En þeir vilja alltaf hlaupa og skjóta. Já. Þeir eru í run and gun. Já, þeir eru í run and gun, eins og ég og þú. Já. Þeir sækja Dino Stipcic sem nú ekki run and gun maður. Nei. En hann lím. Enda hann the glue guy á Spilaði hann Instagram. hvernig var hans framlag hjá Álftanesi? Hann alltaf meiddist. Já, meiddist það ekki, spilar hann eitthvað eftir það? Svo kemur hann allt inn í einhver völl í playoffs munið á móti Tindastól. Já, komum bara eitthvað inn og til að brjóta eitthvað harkalega á þrisvar og tapaði þessu boltanum og fór aftur út á, sko. Já. Hafði ekkert að gera inn á. Nei, það var sama með hann í svona, já. En Fulli Fitt nú bara mjög góður fyrstdeildarleikmaður, sko. En ef við tökum bara líklega byrjunliðið strax. Sölvi, Logi, þessi þrír. Sölvi, Logi, Kani, Dino og Novak. Já. Og svo ungir og svona efnilegir sem tóku samt ágætt í skrefi fyrra. Mér fannst bæði Alexander Jan og Veigar átti alveg spretti. Já. Og Orri átti einhvern leik og leik. Flottur. Þeir eru svona einhvern veginn þessi úlingaflokkur sem Sölvi fór fyrir og svona aðeins eldri heldur en sumir þarna. Aðeins yngri. Já, Sölvi aðeins eldri, já. Já, hann svona var Þetta er ekki Halli Karfa Akademían? Jó, ég held að þetta sé bara algjörlega Halla Karfa Akademían og mér er ekki eins og með Blikana, mér líður alltaf eins og það sé alltaf margir leikmenn. Já, sko, þessir eru litli gæðin sem hittir alltaf á móti mér í yngri flokkum. Nei, Óli. Sem frá að norðan eða ekki? Já, ég held að hann verði ekki með þeim. Ok. En sko, ég var smá ósáttur með því fyrir að þeir fylltu liðið sitt svolítið mikið af... Marino þarna ennþá. Marino þarna áfram. Raggi farin í pappaleyfi. Ragnar Jósef, maður. En þú ert samt búinn að telja upp 9, sko. Bara gauðar sem geta alveg vel verið inn á í fyrstdeild. Þannig að ef þeir ná einhver út úr Dino, Kana og Novak, þá þeir eru að horfa upp, sko. Já, þeir eru bara ekki nógu top heavy, finnst mér þetta lið. Nei. Þetta er aldrei 10 jafnvel. En þeir þurfa að sækja skoðaða Kana sem getur skoðað 30 stig fyrir þú. Mér finnst Breiðablik vera bara svona eina liði sem er hvorki að horfa upp og niður, sko. Þeir eru að fara að vinna lélögu liðin, sko. Af því að þeir eru með, þú veist... En svo er spurning hvort að Sölvi verði alveg ógeðslega. Já, það er nefnilega, þeir eru með alveg wildcard í Sölva, sko. Hann verður mjög, Hvort það sé bara 25-30 stegar maður og... En ég sko Ég var spákvæmt að dugi á móti þessum þremur sem við erum búinir að fara yfir, sko. Já. Ég held þið gæti alveg stólistið fyrir Fjölni. Einu áhyggjurnar sem ég hef er hvernig ætlar Breiðablik að dekka Gigliotti og Nesevits og þessar típur. Ekki með Novak. Nei, það er nokkuð ljóst. Þeir þurfa að finna einhver svona... Er Sveinbjörn hættur? Já, fyrir svona 7 ára. Það er bara skrokkur sem geti stoppað, en já. Það er einu flott. Hlaupa þeir ekki bara doppeltíma. Bjarni Geir mæti kannski seinum utan á tímabil. Alltaf þetta treyst á framlag frá honum. Spilandi sjúkraþjálfari. Já, ef að henda okkur næsta liða. Já. Það eru Haukarnir mínir. Já. Hvernig settum við aftur upp byrjunliðið þarna? Við settum það upp þjálfarabreitingar. Friðrik Ingi tekur þarna... Við þrotabúinu mínu. Sko, Emil Barja tekur við þrotabúinu mínu. Ger ágætlega. Frikki byrjar ágætlega, svo bara er þetta einhvern veginn búið. En mikið samt mann í fjölmiðlum talaði að hann ætlaði svo bara að taka við þessu aftur sumar og taka fyrst. Þetta var það plan. Hann var með 30 samning. Það ræður enginn þjálfari í 4 mánuði, sko. Jú. Það er ekki illa basic, einhver rekin er kláraði þetta tímabilið og svo skoðið. Þetta allavega nátti ekki að vera svoleiðis. Nei, það átti ekki að vera þannig, nefnilega. Ok. Sko, Pétur Ingvars tekur við þessu. Eftir Keflavík, tekur bikar titri Keflavík. Kemur heim til Hafnarfjarðar. Jú. Það er eitthvað sem að Haukarnir mínir elska að fá einhvern heim. Hafnfirðinga heim. Af því að það, bara hefur ekkert verið að gerast svo mikið að Haukamenn skilir sér heim. Nei. Þeir eru einhvern veginn í öllum góðuliðunum í úrvalsdeild. Já, nú er samt eina að strákarnir í fyrsta sinn í langa tíma fylgja ekki með. Já, meira að segja var sko
Nei, Pétur var ekki lengur þegar Siggi fór, já. Þeir eru ekki eins og saman í liði. Já. En ræðum það í öðrum Já. Keflavíkur þættinum stóra. Einmitt. Hefðu, þú setti Breka þetta í byrjunarliðið. Breka Gylfa. Málið að Hugi Breki og Soran Virkit munu aldrei starta saman. Nei, en aftur. Þetta eru 5 kannski bestu leikmennir sem þeir eru með þetta. Ég að setja þetta rosalega stöðulaust bara 5 bestu leikmennina. Og við settum Breka því við höfum heyrt að hann sé mættur á æfingað. Já. Við settum tvíburana, Huga og Hilmi. Og svo settum við 2 útlendinga. Kenyon Hodges sem var sem fór upp með Skaganum. Hann mættur. Já, og bara, svona kombo, góðu varnarmaður skilst mér. Og Soran Virkits. Ef þeir ætla að labba inn í tímabili með þetta lið, Já. þá er þeir að fá að fara niður, sko. Rólegur. Nei, bara í alveg. Nei. Hefðu, nefndu mér 1 leikmann af bekknum hjá Haugum. Nei, ég segi, þetta er dálítið þunnt, sko. Já, en Matti var að segja, þetta lið getur ekki... Sko, Kristoffer Breki kemur inn kannski eitthvað upp úr áramótum. Já, Hann stað fyrir crossbandsaðgerð í maí. Ef hann að gera eitthvað viti, þá þetta svona janúar, febrúar. Já, febrúar, kannski komin á lappi, þá gengur ekki það. Það er bara, ég meina, þetta eru 5 leikmenn sem eru komnir. Það sem verða þarna. Já, en... Sko, Breki þetta alveg, þú veist, Kristoffer Breki maður heyrir ekki alveg staðfest með Breka, sko. Breka Gylfa, ekki Kristoffer Breka. Og þá, ég meina, 1 útlendingur kemur viðbót. Er það staðfest? Þeir hljóta að sækja einn. Já, þeir Ég meina, hver er annars í byrjunarliðinu? Já, ég er bara að tala það sem ég hef heyrt út undan mér núna. Já. Þess vegna eru þau að horfa niður fyrir sig. Sko, ef þeir sækja engan í viðbót, ef þeir eru bara með Soran og Hodgins. Hodgins? Hodges. Já, Hodges, já. Þá ertu með hann að pointa, svo ertu með Hilmi Hallgríms, með Soran Virkit og Hugo Hallgríms í byrjunarliðinu. Kristoffer Breki meiddur, Hilmir farin í Álftanes, Birkir Hrafn farin til Bandaríkjanna, Frosti í Ármann og svo Ágúst Góði orðaði við Skagan eða allavega ekki í Haugum. Það eru búin að missa alla eiginlega, fyrir utan Kristoffer Breki eru allir efnilegustu leikmennir farnir úr liðinu. Enginn eltir liðið niður í fyrstu deild. Sem að mér finnst svona mesta áhyggjuefni, skilur að þeir ná ekki að halda 18 til 21 árs leikmenn til þess að gera eins og Orri Gunnarsson gerði í fyrstu deild. Skilur og Curtis hjá þér. Já, finnur ekki Pétur Ingvars bara eitthvað að digga þjóna? Þú veist, já, brauðmóla og... Já, við höfum alveg komið inn á það. Við höfum 13. ágúst, sko. Já. Þú veist, ég hef bara heyrt að þeir séu ætli bara all in á íslenska leikmenn sem ég veit ekki hverju eru. Þú veist, ætla Nei, menn það eru þó bara tvíburónir. Og Breki Gylfason mögulega. Já, og Kristoffer Breki. Já, en þú veist, Kristoffer Breki er febrúar. Já. Þú veist. En ég meina, íslenski kjarninn er ekkert mikið meira en bara þeir 2 og Breki, skilur. Það var punktum mig. Þeir hljóta sækja 1 ef ekki 2 útlendinga. Ef markmiðið hjá þeim er að fara upp, sko. Sko, málið að Soran Virkits búinn að vera bara svona hálfur maður í 2 ár, að mínum mati. Ég ætla nefnilega að segja, það er ekki eitthvað frábært útlendingagildi í þessari deild. Það eru 100% að það kemur 3. útlendingur að það og svo kemur eitthvað 4. eitthvað svona hálfur. Ef þú komin í 4, þá ertu komin í fleiri útlendingar en Haukar með síðasta haust. Já, komið það. Svo varstu á sínvoða hissa að ég var að tapa leikjum. Nei, jú, já. Það eru með fleiri útlendingar í fyrstu deild, heldur en í úrvalsdeild. Það er bara mannskap, skilur við. Hvað heldur þú að sé verið að byggja þetta upp á einhverju svakalegri hugsjón? Þú veist, það er engin hugsjón í þessu. Nei, allt í einu var hugsjón þegar liðið var ekki að vinna leiki, þá var allt í einu hugsjón. Já, það er móða þægilegt, en það ætlar að koma þér upp og ert ekki með betri íslenska kjarna en þetta. Þeir byrja með 3 og þeir munu sækja 4. Ef þeir ætla að fara upp, skilur við. Ég sé ekki að það sé að vera eitthvað... Sko, ég ætla bara að segja þetta on live television. Ef Haukar ætla inn í þetta season með 2 útlendinga og halda að þeir séu að fara að gera nokkuð skapaðan hlut, þá var það einhver mesta geðveiki sem ég hef heyrt. Að horfa í spegil og segja, við ætlum að keppa við Sindra og Hött eins og þau eru mönnuð og það verður bara einhver í byrjunarliðinu með þessum 4 sem við höfum nefnt. Einn af þeim er Soran
Af því ég held að... Þá það bara, þeir falla ekki en þeir, þetta er 9.10. Já, þess vegna sagði ég, þeir eru eins og stændag að horfa bullandi, við erum eiginlega bara góðir að setja þá í þessa hérna. En ég bara svona, ég væri með tölvöld meira áhyggjur af þessu ef það væri eitthvað annar en Pétur Ingvar sem stjórnaði þessu liði, sko. Já, það er þetta góða punktur. Hann náði alveg í þessu Breiðabliks fyrstdeildarliði. Já. Á einhvern veginn var hann bara komið með Kitta Marnós, Gabriel Möller og þeir voru bara eitthvað að vinna alla, sko. Bröðmólaf. Já, hann bara, þú veist, ef hann er með 8-9 mann eitthvað, þá getur þetta rotation, þá er það upp, sko. Þeir Alex Rafnir æfa með þeim, hann er fín. Já. Það verður, þú veist, þeir verða fínir, sko. En það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeir fari í 3.-4. erlenda leikmann. Já. Og reyni eitthvað svona að skáka þessi top 3. Það er ekkert shooting að maður, en þú veist, ekki neitt. Það er hitt sem ég ætlaði að segja, sko, að þetta er eitthvað svona run and gun-legasta lið sem að ég hef bara séð. Nema bara, þú veist, Hugi og allir fari bara eitthvað að drita non-stop þristum. Það sem er ekki verið að gera hingað til. Er enginn ungur þarna sem þið þekkið þetta nú betur sem að fara að gera eitthvað? Geratas, point guard, en þú veist, ég veit ekki, en ég meina, þú veist, svona stóri klúbbar sem hafa farið niður hafa yfirleitt vannmetið fyrstdeildina. Ég meina, við vannmátum fyrstdeildina þegar við fórum niður að einhverju leyti, þurftum að skipta út mjög fljótlega, þú veist. Nei, ég er ekki bara, þú veist, hverjum þykir sinn fugl fagur, sko? Ég held að það sé ekki þannig hjá þeim. Ég held að það sé meira bara svona... Ég held að kannski er markmiðið bara ekkert endilega að komast upp. Nei. Skilurðu? Já. Manni líður meira bara þannig, sko. Já. Þú veist, það er bara orðið rándýrt að reyna að halda sér og vera í þessari úrvalsdeild. Þú ert með dýrasta kvennalið landsins. Já. Af hverju ertu að reyna eitthvað að eyða umfram það sem þú ert með til þess að koma þér upp aftur til þess að gera hvað? Já. Skilurðu? Já, fara á hausinn aftur og hringi Steinar Arons hvort hann vilji koma að raða stólum og hann segir nei. Þetta er þessi eilífa spurning, sko. Það er náttúrulega hjá rosalega mörgum liðum sem fara upp í fyrstu deildina. Hamar, Vestri á sínum tíma og leysa svona Fjölnir og svona. Þú veist, það er miklu skemmtilegra hjá þessum liðum í fyrstu deildinni heldur en einhvern tímans í efstu deild, sko. Í fyrstu deildinni, það er eitthvað markmið þarna og við erum að fara upp. Þú vinnur fleiri leiki og tapar. Við erum alltaf að vinna og svo komum við upp. Hvað svo? Já, við erum hérna svo 2-20 næsta sísón og það er ömurlegt hérna í janúar, sko. Öll stjórnin hægt og skipt út útlendingum. Það er gaman að vinna og það er gaman að geta leyft sér að dreyma eitthvað, skilurðu. Mér finnst bara svona, þetta er náttúrulega annað sem hefur verið sagt 100.000 sinnum, sko. Ef þú þarft að, sko, eyða umfram, ef þú þarft að taka yfirdrátt í fyrstu deild, það hefur ekkert að gera upp. Nei. Já. Ef þú getur búið til fyrstdeildarlið og klúbburinn kemur þannig út úr þessu að það sé búið að safna svona í bara, er einhverjum að komast inn eða? Nei. Það er svolítið að horfa á bakum mig. Ef sem sagt, nærið að safna bara í fyrstu deild og vera, þú veist, nú er ég bara að tala um stærð klúbbsins, sko. Þú veist, að þá einhvern veginn, já, þú hefur eitthvað upp að gera. En já, Haukar eru, sko, stærsta liðið og með bestu aðstöðuna þessum liðum og stærsti klúbbur myndi ég halda gröfnlega að sé í fyrstdeildinni núna. Já, sögulega bara 100%. Ég hugsa að Viðar og Höldur séu ekki sammálaðir eftir núna 3 ár í úrvalsdeild. Já, ég er að tala um svona með iðkendafjöldi og annað. Og bara aðstæðar á völlunum og svona, sko. Þetta er reisa stórt batteri allt svona. 100% sammála því. Þannig að það var dálítið metnaðarlaust einhvern veginn af Haukum að geta ekkert fótbolta og svo heldur ekkert geta körfu þetta, kallar með inn og... Kallar liðið sem að þeir eru með í dag metnaðarlaust? Já. Ef það er fara eins og liðið í dag, fá einn brauðmúla í viðbót, bara hvað Kitti Marínós verður með þeim, kallar þá bara rosterinn metnaðarlausan? Ef það er einn brauðmúli, einn íslensku bara viðbót við þetta sem er núna? Já, frekar. Þú veist, út með Soran, Kana, Hugi og Hilmir, Já. Kristoffer Breki meiddur og svona bara eitthvað svona Alex Rafn og berjast, kallar þetta bara svona metnaðarlaust? Já, í rauninni, ef það er enginn einhvern veginn... Segðu það bara! Já, heyrðu, rólegur. Já, ef það er enginn, þú veist, ungur og efnilegur í einhverju hlutverki, þú veist, við erum nú alla að kalla þá bræður
unga og efnilega einhvern veginn lengur. Þeir eru náttúrulega á 5. og 7. ári í meistar. Að það sé metnaðlaust, já, en maður skilur þetta sem tala um að spara pening, en þá er þetta mjög einhvern veginn stefnulaust allt saman, allavega. Allt því að það er ekki með þessu ungu gaura. Enn og aftur að missa unga gaura. Já. Frosti komin í árum. Ef þetta væri bara Frosti að spila 35 mínútur, running the show, tökum 1 ár hérna í einhverju miðjum og í fyrstdeild, gönnum svo á þetta. Bara að það væri einn leikmaður, skilur, sem væri að spila með þeim. Þannig að, já, en Pétur Ingvars líka getur bara fundið eitthvað, þú veist, með 2 útlendingu viðbót, verið komið með gott 9 manna rotation, þá getur hann alveg stríkt þessu liðum í Evrópu. Ég er samt svona einhvern veginn komin á það einmitt, bara svona, þú ert á höfuðborgarsvæðinu, skilurðu, þú ert þessi stóri klúbbur og ef þú þarft 4 goddamn erlenda leikmenn til þess að komast upp í úrvalsdeild. Já, en hvað er það? Hvað ætlarðu þá að gera þar? Við erum 4 erlenda þar líka betri. Hey, great point. Já. Æ, þú veist, hann, eins og ég segi, þú veist, hann var, þú veist, með Curtis sem bara MVP playoffs í IR. Já. Og Hákon fór niður með liðinu, eða tók slaginn, skilur við, eða kom heim eða whatever. Já, tók slaginn. Já, þú veist, saman með KR, þeir einhvern veginn héldu í, þú veist, Veigar og einhvern veginn svona... Já, það er náttúrulega ekki... Og það sem að gerðist voru að, þú veist, þessi leikmenn fóru úr því að vera kannski 4., 3. option og fóru kannski það að vera 7., 8. option í úrvalsdeild. Já, en bara eins og Haukar núna, þeir eru ekki með neitt til að byggja á. Nei, bara ef Ágúst Góði hefði verið þarna áfram til dæmis strax. Já, eða Hilmir. Frosti, Ágúst Góði, Hilmir. En ég held að það sé það sem að menn svona horfðu í. Já. Þú veist, þegar að hérna, þær plankan var hérna seldur í janúarglugganum og menn svona sættu sig við bara fall. Friðrik Ingi einhvern veginn að þjálfa, höldum kjarnanum, kannski að Birkir fari eða einhver einn eða eitthvað, eða 2. Já. En að það sé bara allur þessi U20 kjarni sópaður út. Já. En bara það er ekkert til að byggja á þetta, eins og staðinu núna. Þeir eru bara að byrja nýtt. Já. Já, en þeir Haukar samt hljóta að vera með metnað fyrir því að vera lið sem er bara í efstu deild í körfu. Já. Skilurðu? Þannig að Þá þarf að sækja leik. Já, einmitt. Það er bara þessi dilemma, fattarðu? Það verður áhugavert að sjá í fyrstu deildar part 2 þættinum. Ísak verður ekki, nema kannski á skjánum frá Pölten. Já, það fara jólafrí kannski. Þú veist, þá verður kannski 5 dagar í fyrsta leik þegar við tökum upp þann þátt. Að sjá hvernig staðan er. Já, það er part 2 og það tökum það bara rétt áður að það byrjar. Já. Hvað er staðan á Haukum? Bara svona, þá tökum við basically bara glærurnar okkur núna og bara svona hvað hefur gerst síðustu 5-6 það verður skemmtilegt. En förum við næsta lið. Þar er helvítis kokkurinn Jose Medina mættur í Borgan. Já. Þeir efnilegasti leikmaður fór í Þór Akureyri, förum yfir hérna, nú munum við eyða minni og minni tíma í hvert lið. Já. Borganes fær samt ágætis tíma. Já, þeir við settum inn Jose og Milorad í líkleikbeinulegið ásamt Magnúsi Engli. Já, Magnús Engill er líka í líkleikbeinuleginu. Já. Svo settum við 2 spurningamerki. Því ég hef svona heyrt út undan mig að þeir sæki jafnvel 4 útlendinga. Já. Ég meina þeir eiga inni Amerikana. Jose, Milorad, Amerikani. Því ég held að við getum alveg sagt að Milorad og Jose eru gauðar sem eru alveg tilbúin að sætta sig við að vinna með. Þetta er svo kallað vinna með kauðubolta. Já. Þú veist, ég held, mér skilst það sé budget fyrir 4. Og Magnús Engill er svona frábær, svona... 5. hjól í liði fyrstdeild. Mjög hitinn og hávaksin. Hann kannar þessa fyrstu deild, sko. Klárlega. Strögglaði hans í fyrra minni mig, en svo, þú veist, fór náttúrulega síðast tímabil bara í, þeir náttúrulega voru næstu í fallnið. Ég meina, þetta er bara, þeir voru jafnir KFG 16. 16 6 sigrar. 16. Já, alltaf, sko, þegar voru 3 umferðir eftir, voru skallagumir næstu bara basically fallin. 6-16. Já. Ég meina, það er náttúrulega bara, ef að Pétur væri ekki King Pétur, þá náttúrulega bara væri hann ekkert að þjálfa þetta lengur, sko. Nei. Sko, ég nefnilega, svo er Sævar Pálmarsson, ungu efnilegur strákur, sem kemur væntanlega annarkvort verður í beinuliðinu eða kemur á bekknum.
Svo þið bara með eitthvað svona, þú veist. Hann einn af þessum leikunum sem Jose mun senda no-look-sendingu á You have to be ready, you have to always be ready þegar hann grípur ekki þriðju sendinguna hérna. Já, búinn að hlaupa upp og niður 10 possession í það og svo bara, þarna kom ekki helvítis no-look-sendingin, sko. Nei, en þú veist, svo þið bara með eitthvað svona unga, kannski ekki unga. Orri er ekki ungur. Nei, hann hættur. Hann byrjar alltaf á. Hann verður aðstoðarþjálfari. Orri hérna... Orri Bóndi. Já. Ég lenti á mörgum skallagrinsleikjum að lýsa þið fyrra. Borgarnes, það líka, þetta fyrst og fremst körfuboltabær, sko. Þetta það nefnilega. Ekki eru þeir fótboltabær? Nei, ég segi, þú veist, nei, þeir eru bara búin að vera fastir. Hvergi? Já, í fótbolta ekki relevant. En Karvan hefur svona verið þeirra. Og ég held sko að skallarnir, þeim langið dálítið upp og sjáu svona fyrir sér í hittingu. 6-14, Tommy. 6-16. 6-16? Já, Björgvin er ennþá á sínu stað. Nei, hann var sóttur. Já, hann var sóttur, já. Hann var að berjast með ég. Já, hann er búinn að skrifa undir á ég áfram. Já. Nei, en sko... Hvernig er byrjunlið? Byrjunlið að ég held verði 4 útlendinga og Magnús Engill. Og við þekkjum 2 af þessum. Og þeir eru mjög solid fyrstdeildarleikmenn. Já, Jose er náttúrulega bara 2-time MVP, sko. Já, ok. Sko, ég hef ágjörð bekknu þeirra. Já. Þeir eru með, þú veist, unga stráka, þú veist, uppaldagauða. Eru þeir að horfa upp að niður? Niður. Nei, ekki með Jose. Eru þeir pickfastir þarna líka? Ég held þessu pickfastir þarna. Þeir blikar svona einhvern veginn. Ekki í vandræðum eins og í fyrra, með Jose ertu ekkert í þannig vandræðum með Jose. Í þessum graut sem eru að koma með núna, þá finnst mér alltaf að vera neðarlega í þeim pakka, sko. Þessum pakka 2. Ég meina, þú veist, Jose spila hann ekki bara gamlega góð 40 mínútur og þú veist, þú þarft ekkert að rótera mikið. Og Jose vinnur leiki í fyrstu deild, sko. Já. En ég samt sko að býða, skallarnir eru að horfa upp, af því þeir hljóta sko að vilja taka tímabili í efstu deild og fá heimastrákana. Já. Sitrik Arnar, Hættu þessu. Bjarna Guðmann. Hættu þessu. Að þú veist, ég held að það sé svona... Ætla kaupfélag Borgfirðinga að sponsa þetta. Já, það verður einhver heimabæjar afsláttur þar, en ég held að ég sjái hvað er þeirra draumur, sko. Sko, við erum með 3 lið í neðsta lagi. Ef að fara þangað áður en að við ræðum svo rest. Já. Drífum það snöggt af. Já. Byrjum á Fylki sem að við vitum kannski minnst um. Fylki/Valur. Fylki/Valur. Frikki Þjálfi er þarna með Víking Góða, eða ekki? Ekki Bjarki Hjörleifs. Frikki Þjálfi er að spila. Ég held það. Já. Bjarki Hjörleifs, er hann á sínum stað? Ekki, ég veit ekkert þetta lið, við erum við settum eitt stórt spurningamerki. Eitt stórt spurningamerki. Þeir, þú veist, þeir ætla að hlaupa ógeðslega mikið og hafa gaman. Sko, þeir voru held ég með... Og þar til að þeir bæta við einhverjum Amerikana, þá tapar þeir öllum leikunum með 10, 20, 30. Þeir voru í fyrra í annað deildinni aðmiskilt, bara með eitthvað 25 manna æfingahóp. Já. Þú veist. En þeir get ekki verið allir inn á. Nei. Þú græðir lítið á því. Nei, og ég er svona... Þeir eru með King Erik Nóa. Já, Erik Nói hefur ekki að fara vinna leiki í fyrstdeild. Nei. Ég vona að minn maður... Duglegur í sporthúsinu samt, en ekki að fara að vinna leiki. Ég er að vona að minn maður úr Árbænum, Everett Richardson, sem fékk ekki vegabréf, fari í Árbæn. Spili 40 mínútur, skori 35 stig leik og geri það relevant. Já. Verði svona knúpaði ævintýri. Já, taka eitt svona lokasíson heima. Það væri hræðilegt að sjá minn mann, ég miss call frá honum bæði við, ég veit ekki hvað hann er að segja mér. Það var hræðilegt að sjá hann í 7 mínútum í Haukum í fyrstu. Á móti Hodges. Þeir eru ekki bara að koma þessu í kring. Senda hann heim í Fylki. Leifstöðin er í þessu. Þannig að ég hef engar áhyggjur af þessu. Er Fylkir að fara að vinna leik? Nei, Fylkir, ég líka það er... Staðan í dag? Já. Nei. Það bara boðar aldrei og gott að vera að sækja rosalega marga leikmenn úr Körfuboltaakademíu Vals. Ef þú ætlar að... Það fattar þau. Það er ekki verið þekktir fyrir eitthvað... Nei, ég þekki enga með nafni og ég þekki eiginlega alla. Nei, ég er bara svona... Þetta er 2005 árgangun hjá þeim sem var fínn á sín tíma en þeir eru ekki að sækja besta leikmann, hann Kalla sem spilaði með... Nei, Kalli fór í eitthvað lið.
Kalli, hann ekki komin í Álftanes? Kalli í Val? Já. Það er líka, það er skúb sem ég heyrði í miðbæ Reykjavíkur að Kalli væri komin í Álftanes. Það er bara meiri stigsmur í rauninni á annarri deild og fyrstu deild, heldur en fyrstu deild og bónus, sko. Sammála því. Þannig að þú segir nei, eins og staðan er í dag. Já, eins og það, já. Ef þið fá average? Já. Það getur klokkað en 1-2. 1-2, já. En eins og staðan er í dag, þá ég meina það er eitt lið sem fellur eða ekki, það er neður 2, það er 2. Þeir eru alltaf að fá, þeir breyta þessu stundum mid-season. Já, svo bara mid-season er ekki einhver ákvörðunum. En eins og staðan er í dag, eru þeir ekki bara svona einir á bátnum? Langlélegasta liðið. Já, ok. Það er náttúrulega veltur allt á því hvað eru mörg lið tilbúin að fara upp. Ok. Hvað eru mörg lið falla? Já. Næsta lið, áður en að við förum í glósubók Frikabíst. Næsta lið sem að... Hefum við 2 lið eftir? Jú, sko við eigum alveg nokkuð lið eftir, en það er eitt lið sem við spáum í brasi viðbót. Og það er KF. Við erum með byrjunarlið, sko málið er með KF að þetta er pirrandi því að það fer eftir í hverju verði í KR, hverju verði í KF. Já, sko það er spurning, ég meina Reini Bjarkan var sóttur í KF. Já. Ég efast hann sé sóttur til að spila bara með KR, sko. En já, þú veist, ég setti hann ekki inn á blað, en við erum með þetta ógnarsterka þríeyki. Sem þú ert með á myndinni? Sem ég er með á myndinni. Það er Lars Erik, Árni. Já, Hallgrímur með Afldal. Gaman að segja frá því að hundur minn, konuna, slapp einu sinni út. Ég hef búinn að segja það sögur. Ég fattaði það ekki. Þegar einhver kona setur á Vesturbæjargrúppuna að það væri labrador fundinn. Og konan sendir þetta á mig, bara, af hverju er hundurinn ekki heima? Ég bara, herri, andskoði, hundurinn er ekki hérna heima og hurðin er opin út. Og svona 20 stiga frost. Koma King, Hallgrímur Árni og Lars Erik með hekluna. Hún er að labba í hringi, sko, hálftíma í 20 stiga frosti fyrir einhverja mömmu sína. Átt þú svo þennan hund? Alveg. Þetta er Þvílíkt sáttir, sko. Já, sko, KF... Þannig ég ætla að nýta þetta tækifæri og þakka þeim fyrir þetta. Já, þetta er flottir drengir. Þetta er flottir drengir. Ég held með þeim. Já. En, sko, það er ekkert hægt að segja KF. Nei. Þeir verða bara fínir, samt. Já. Ég held þeir verði aðeins betur en fyrra ef að reynist... Já. Ég held að þetta verði ekki af gaman á því fyrra. Okay. Þetta var ógeðslega gaman enn í byrjun. Fyrripart, já. Fyrripart. Arnór Hermanns, MVP. Já, bara fyrripartinn og það var bara viðtal hérna á Vísi og bara svona verið að hvísla hérna er það að fara upp. Já. Hvað er í gangi? Svo var þetta aldrei súrt, seinni hlutan. Já. Ég myndi frekar halda að það yrði svoleiðis. Er þetta að trufla KR að þetta lesi til? Ég hitti stundum stundum Jakob og hann er einhvern veginn alltaf að hlaupa eða labba einhvers staðar í hverfinu, sko. Og hann hefur aldrei sagt neitt að þetta, sem sagt, þetta er bara svona, þetta liðið bara basically ekki til, sko. Þú veist, þeir bara mæta þegar þeir mæta, þeir hafa stundum mætt í hálfleik þegar það er KR-æfingu og eitthvað, þetta mætir alveg rest, skilurðu? En hann segir þetta trufla ekki neitt. Þetta er bara svo óljós mörk, skilurðu, maður getur líka ímynda sér að þú veist, það er einhver að hugsa margir leikmenn í þessu KF-liði. Margir að hugsa að það var eitthvað nú kannski eftir að nota hann í KR, skilurðu. Ég held að það sé líka, sko, möfkin á milli þess að hafa svona, þú veist, þú vita allir, þetta var svona hálfgert púbalið á góðan hátt. Já, þeir líka, skilurðu, Þeir presenteru sig þannig. Ég veit það. En svo samt, sko, það er nefnilega vandamálið. Og við höfum náttúrulega rætt bara þegar við kíkjum í húrra eftir lunch og hittum Arnór Hermanns. Það er ekki gaman, þetta voru allt alvöru körfuboltamenn af einhverjum tímapunkti, mjög margir þarna. Þú veist, gott sem það er Arnór eða Eyjó eða einhver annar. Eitthvað brostna drauma. Já, og það er ekki gaman að vera með públið, hafa gamanlið, djamlið, þegar þú ert búinn að tapa 7 leikjum í röð, sko. Svo mætirðu og þú ert Arnór Hermanns, varst einu sinni mjög góður í körfu, ert ennþá fínn í körfu og það er einhver, þú veist, tannlaus serbi að pressa þig og spyrja hvort þú sett aumingi, sko. Og það er líka þegar þú ert með þetta presenteraði svona sem þetta ljóð, ég meina þetta er keyrt bara áfram af Vesturbæingum og Íslendingum. Og Garðbæingnum, Friðrik. Já, eitthvað svona skilur við. Og Þór Akureyringum Reyni. Þetta er íslenskt lið og þeir æfa 3 í viku. Ok. Önnulið... Er Falur með þá, eða? Ég held að hann veit ekki áfram, nei. Ok, Eyjó bara með það? Já, ég þekki það ekki. En ég er bara að tala bara standið á þeim, skilur við. Þeir eru örugglega í svona versta standinu, myndi ég halda. Já.
Herru, shit, aftur. Ef að kíkja í glósbókina. Ekki með KF. Já, er glósbókin næst? Já, glósbók, svo eigum við eftir Selfoss, Þór Akureyri, Hamar, Snæfell, bara. Vá. Og við eigum eftir svona kortir á þættinum, sko. Það svona fyrir pjúristana, þessi fjögulið. Já. Það fyrir alvöru fyrstu deildar enjoyers. Sko, fáum upp spjaldið. Rennum í gegnum þetta. Ég ætla að byrja á Kristófer Breka því að hann efnilegastur þarna en hann meiddur. Þannig að við þurfum ekkert að ræða það meira. Já. Þú hefur þjálfað hann, ég hef þjálfað hann, eða ekki, var hann ekki á landsliðsæfingum? Ég held ég hafi þjálfað alla á einhverjum tímapunkti í þessari glósbók. Já, ok. Hver þú veist, ég meina, hver kominn lengst? Er það Ásmundur Múli? Eða kannski ekki út af... Birgir Leó náttúrulega spilaði stofuvöllu í fyrstdeildinni í fyrra með Fjölni og hafði áður spilað með Sinda á ágætisvöllu. Þannig að svona kannski meistaraflokksbolta myndi ég segja að hann sé kominn langt. Lúkas er búinn að klokka inn 2 ár í byrjunarliði. Hvað er Ásmundur Múli gamall eiginlega? Hann hvað er Múli gamall? 20? 2006. Já. Er þetta undir 20 leikmenn að... Já, eða svona basically sko. Já. Logi Guðmunds var náttúrulega flottur með U18 í sumar og líka í fyrra með U18. Og frábær í play-offs í fyrra. Frábær í play-offs í fyrra og svona var mjög vaxandi. Já. Sá hann í sundið en daginn, alvöru skrokkur maður. Hann er alvöru skrokkur, en hann þarf svolítið að haldast heill. Hann á það til að meðast. Þú veist, þetta er allt 2006-2007 gauðar, sko. Þetta eru ágætis leikmenn. Það var gaman að sjá Eirík Frímann í Þór Akureyri. Það var skemmtilegt að Þór Akureyri sótti Luke Moyes. Já, til að Eiríkur Frímann myndi aldrei sjá boltan. Já, og það var einmitt kommentað og pappan svaraði því kommenti, sko, hvort hann fengi boltan. Hver er pappans? Hann heiti Jón Frímann. En það var á kavum.is og þetta fóð í gegnum alla helstu. Er það einhver kongur, eða? Já, skemmtileg típa. Okay. Mókali. Ég elska pappa sem að hafa skoðanir. Hann er af þeim í gamla skólanum. Þetta er sjóað af þeim gamla. Við þurfum fleiri pappa með skoðanir. Já. Er það ekki? Jú, klárlega. Já. Klárlega. Förum bara yfir pappana hérna. Nei, tók. Svo náttúrulega, Sturla er eini 2008 á þessum lista. Já, hann er örugglega bara, þú veist, er ekki bara... Böddi? Afi Sturla Böðvarsson. Já, Böðvars. Það hlýtur að vera Sturla Böðvarsson. Þingmaður og ráðherra. Já, það er það. Það er það, jú. Já, hann hlýtur að vera. Herru, sko. Úr Hólminum. Já. Ég, held að Sturla fyrir utan Kristófer Breka, ef hann kemur ágætlega út úr þessu, sé með hæsta þakkið á þessum listi. Er það 17 ára 2 metra náungi svo sett? Já, og bara svona... hreyfanlegu líka bara. Getur mikið af öllu bara. Þú veist, eða svona... skot. Já. Ég er spenntið fyrir hann átti mjög flotta vispu í fyrstdeildinni í play-offs í fyrra. Ég held að eitthvað liðir svona af þessum top dogs myndi selja honum þá hugmynd að flytja til Reykjavíkur og vera 11. leikmaðurinn í Val og... spila í akademíunni. Já, þú veist hvað ég meina. Ég held að myndi enda eitthvað í Stjörnunni og spila í 300 flokkum til að hætta svo í körfubolta eins og þeir gera allir. Já, nei, hann ætlar að taka slaginn. Já, ég meina eins og Matti sá hann, ég meina ef þetta liðir ekki fyrir gauð eins og hann og þú veist, fyrir utan, þetta er fyrir samfélagið, þú veist. Já, samfélagið náttúrulega vill að Sturla Böðvarsson spili þarna 30 mínútur í leik. Já. Þetta leiðir okkur bara inn í Snæfell. Þetta leiðir okkur bara inn í Snæfell svo við náum að rumpa þessum 4. Þetta var góð glósbók hjá... Þetta var mjög góð glósbók hjá Frikka. Og hann verður með glósbókina í hverjum þætti. Eitthvað áhugavert sem að ég... bara svona fyrir alvöru dýft sem að 4 hafa áhuga á. Þetta er svona jaðrar bara við eitthvað þráhyggjustundum hjá Frikka Býst svona áhugi hans á fyrstdeildinni. Hann fer dýpra en aðrir. Hann fer það sko. Hann er töluvert dýpra en aðrir. Ég heit að hann sé að kaupa sér instant aðgang sjálfur til að bara geta... Það er svo dýrt samt. Já, til að geta farið í þessu advanced tölfræði. Það lítur að vera partur af bara samningunum hans á Sindra myndi að fá aðgang að instantinu sko. Hann elskar að vera í instantinu. Instat, frábært forrið. Takk fyrir að vera með okkur þættinum Instat. Er eitthvað spennandi í gangi þarna í Hólminum eða? Svenni, One More Year. Ég sagði, er eitthvað spennandi? Hann er flottur samt sko. Sturla, þeir missa Alex Rapp. Já. Er Elli Krull með, Elli Ninja? Nei, hann var í Fylki síðast í. Hann var í Fylki, já, rétt. Fjölmörgum fylkismönnum. Já, fjölmörgum. Já. En ég meina, já, Snæfell síðastliðin ár, alveg nokkuð mörg ár hafa þurft aldrei að reyða, bara síðan í fjallu. Þau eru aldrei að reyða sig einungis á útlendinga
Því engin Íslendingar verið vilja spila þarna. Nei. Og það engin heimamenn að koma upp fyrir utan Sturlu Böðvarsson. Já, þetta var samt svona kompakt, þannig að Aron Ingi komið tilbaka og Snjólfur var með þeim og Alex Rappford, þetta var svona kompakt dæmi sem að mér fannst svo skrítið því að svo allt í einu voru þeir komin með 4 útlendingar. Já. Þeir voru með írska 3-3 leikmannin, Navarro geitina, Kana og svo voru þeir með einni viðbót. En alltaf tóku algjört sko niðurlæðingar. Rubiera líka. Niðurlæðingartímabil þarna sem varst að tala áðan þegar Vitti tók það með 90 og þeir 20 leikjum með 90-100 stigum. Já, en þú veist, en svo líka bara, þú veist, þeir eru með heimamann að þjálfa, þú veist, þeir eru að berjast, þeir berjast mikið. Og þú veist, og eins og ég segi, bara einn efnilegasti leikmann landsins þarna. En eru þeir fastir í, þú veist, eru þeir í þessu neðsta dótið? Það eru 4 stórspurningamerki hérna. Þetta er ekki allt 9 útlendingar, Þeir hafa nú sótt á marga áhugaverða. Já, og mjög marga ömurlega. Þeir eru líka að sækja, ég held að þeir sækja sko 208. Þeir taka sjensa. Shootið eða eitthvað. Og ef hann er 208 og góð shootið, hvernig er hann á leiðinni í hólmi? Það er yfirleitt, þú veist, svona margir prófílar sem að detta hann inn og maður sér að það er bara eitthvað, ok, það er eitthvað að, skilur þú, eins og þú segir. Hann er 2,8, hann er með 43% voljúmnýtingu, hann hlýtur að vera, þú veist, með eina löpp eða eitthvað. Það er eitthvað, fattið þið mig? Já, mitt ef hann er mættur í hólmi. Frægastur er náttúrulega Ben Kill. Já. Það er eitthvað sturlaðasta sæn sem ég man eftir, úr mongólsku deildinni. Já, og Instagram, frægur, það er bara að fletta hann er bara Instagram, Ben Kill. Hann er örugglega ríkari heldur en flestir. Allavega lætur að líta út fyrir það. Hann duglegur að taka myndir þegar hann sér dýran bíl þá sest hann ofan á. Það var til dæmis erlendi leikmaður í þessu fræga lélega Snæfellsliði. Já. Og kannski sumir leikir var hann með 4, 2, 1. Já. Og svona 37 mínútur. Og pælti því hann var spilandi þjálfari. Já, þetta. Hann var þjálfari liðsins. Já, það var hægt að gera bara heila. Hann var lélegastur á æfingu. Run and Gun Special, Ben Kill, bara heill þáttur. Það verður nú einhver glósubókin hjá Frika Bís. 10 lélegustu og áhugaverustu útlendingarnir. En eins og ég segi, sko, þú veist, þeir eru ekki á þessum stað í dag, sko, þú veist. Þannig ég held þeir sé ekki að hofa mikið upp, en þeir gæti alveg, þeir voru ekki langt frá því að taka Hamar út í play-offs í fyrra. Já. Þú veist, ef við hitta útlendingana og Sturla tekur skrefið, þú veist, þá getum við alveg verið að tala um eitthvað smá skemmtilegt ævintýri. Já, ok. Förum næsta. Já, ok. En þeir vilja... Svo er það Suðurlandið. Play-offs. Ef að taka Suðurlandið? Já. Og klára svo Þór Akureyri? Já. Nei, byrjum á Þór Akureyri. Mér finnst það leiðilegt konsept og hérna... Ég veit bara, ég veit ekkert hvað það fyrir þetta. Ekki neitt, sko. Þeir fá spennandi leikmann úr Borgarnesi til dæmis. Já. Svo eru þeir búnir að sæna Luke Moyer. Eiríkur Frimann. Já, hann fór þangað, já. Svo fengu þeir hérna einhvern sem heitir Pietro Ballarini. Pietro Ballarini. Já, þegar ég var að sækja, ég setti hann á hérna, ég vann aðeins smá heimunu, ég setti hann í litlegt bauðunliðið. Já. Pietro Ballarini, er það stóði gauðin, feiti eða svona þykki? Nei, það er einhver gaur sem heitir, má ég sjá myndina, það er þessi hér. Já. Í 0% Estrella bjórbúring og ég veit ekki hvað hann heitir. Já, ok, allavega hinn er bara einhver skólastráku held ég, sko. Já, ok. Þú veist, þannig að... Þeir eru náttúrulega með spænsku hjónin sem hafa verið í Keflavík sem þjálfararteymi. Já. Þau hljóta að vera með einhver góð tengsl. Hann þjálfaði í Norður Kóreu gæinn, sko. Já. Hann þjálfaði í Norður Kóresku landsliði. Hann hefur... Einhver hefur tengsl. Spænskur þjálfari Þórs Akureyri. Já, Ritchie. Hann hefur komið víða við. En sko, ég veit það ekki. Þeir náttúrulega missaði eini. Að fá hann Jón Frímann í staðinn. Erik Frímann, Jón Frímannsson. Það er líka ungan strák úr Keflavík, Jökull, 2008, geta alveg spila ágætt. Og fá líka hérna úr Sauðárkrók, Alex Axelsson. Axel Arnarsson. Já. Hann er fín, hann er allt í lagi. Í fyrstu deild held ég að hann verið fín. Já. En það er spurning, sko, ég held að stærsta spurningamerki sé, ég held að Kani að vera allt í lagi, hefur búin að sanna Kana. Stærsta spurningamerki er þessi evrópsku leikmenn sem ég held að verði ekki frábært. Ég held ekki heldur og Luke Moyer er víst ekki skemmtilegur. Nei, en þeir náttúrulega konum með 4 útlendinga. Já. Þú veist, það er svona því þú varst að tala um einhverja vegferð áðan, sko. Þú
Þetta er engin vegferð. Þetta er engin vegferð í gangi. Og það er leiðilegt að Þröstur Leó sé ekki áfram, hann er bara flutið til Keflavíkur eða eitthvað. Nei, hann er eitthvað fyrirtæki. Hvernig er staðan? Er enginn eftir af 0-1 árgangum Þórs? Það er spurning hvort að Baldur. Mér finnst það líka svo pirrandi. Ég man ekki við hvernig ég talaði í símanum daginn, ekki Ísak, einhvern annan. Það er svo pirrandi með þetta Þór Akureyri, þeir eru með Baldur og svo eru þeir með Smári og hvað þessi gæjar heita. Þetta eru bara fullt af fínum spilurum. En svo eru þeir eins og eitthvað púbalið, mæti ekki 3 útileiki í röð eða eitthvað þegar þeir eru einhvers staðar að gera eitthvað annað, þeir eru á Tenerife eða eitthvað. Svo kannski, þú veist, vonandi, og ég ætla að horfa myndavéluna, vonandi hafa þeir bara verið meiddir og einhverju fúll núna og sendir okkur skilaboð, þú veist, að hann sé bara búinn að vera með hausverk í mörg ára eða eitthvað. En mér, þú veist, maður hefur, nú getur maður viðurkennt það, maður hefur stundum verið að skoða stuðla í fyrstu deild. Fyrir vinnu sína. Já, þú hefur verið að gera það, já. En maður veit aldrei hverjir andskotunum eru með Þór Akureyri bara í næsta leik. Nei. Hversu oft höfum við bara eitthvað svona verið að pæla í því hvort að vanti 3 úr byrjunarliðinu af þessum íslensku gaurum. Mjög oft, förum við næsta leik. Já, þú veist, já, ég er sammálaðið, en hérna, já. Byrjum á Selfossi og svo færum við okkur yfir í Hamar og við ætlum að klára í Hveragerði. Já. En við ætlum að byrja í Selfoss, til Suðurlandið. Þeir missa efnilegan leikmenn 2 yfir í Þorlákshöfn. Ísak og Skarphéðinn. Já. Hér sjáum við þeirra bestu íslensku leikmenn í fyrra. Þeir fá þekktastærð í Colin Pryor, fluttur á Selfoss, ekki satt? Fá Kristján Vladovic, sem var hérna í Chris Kjærliðinu, bara svona fínn fyrstdeildarspilari. Já, hann er líka bara ungur þá, ég held að sé bara solid. Hann er bara solid. Hver, segir þú? Kristján Vladovic. Já. Svo eru þeir með hérna einhvern gauri viðbútt sem þeir hafa sænað. Einhvern Kana. Stephen Lyles. Já, sem er víst samkvæmt mínum veikustu. Já. Svona analystik gauðum, sko, þú veist. Já. Er hann góð? Er ekki Átni í kringum þetta ennþá, bara sonur hans, eða? Já, hann er... Bjarmi er að þjálfa, Eyþór Orri er aðstoðarþjálfari. Nei, mér skil sko að Geir og Eyþór sé einhver co-aðstoðarþjálfari. En svo er kóngurinn samt, Árni Þór Hilmarsson, örugglega að hjálpa til með Kanasæn. 100%. Vegna þess að hann hefur sótt á helviti marga sem skora 40 stig. Ef það er einhver sem kann að segja Kana, þá er það Árni. Í fyrstu deildinni, hann er sérfræðingur í því. Og svo eru þeir með unga leikmenn sem að Ísak ætlar að segja nokkur orðum og svo förum við í Hveragerði. Svo er þeir með, ég setti lítið byrjunlið Afa Fannar sem er sonur þjálfarans og hérna Tristan Mortens sem er 2006 og var ég mitt í glósubókinni hjá Bístinu. Svo þeir bara, þú veist, þeir eru einhver ágætis vegferð með hennan 2006-2007 kjarna sinn. Er það leikmaður sem að Bobo Dan lét heyra það? Nei, það var eitthvað Siggi Breiðfjörð sem lét ekki hann heyra það, en það var hinn Tristan. Hvað sagði hann eftir? Segðu það, þú ert bara að vitna í Sigur Breiðfjörð, sko. Já, það var eitthvað, hann væri aumingi og rotta eða eitthvað, þú veist. Hann kallaði hann rottu, rotturusl eða eitthvað. Bein útsending á IRTV. Já, á IRTV, já, þetta var þannig, já. Þú ert að þjálfa að þessum tíma. Já. Var hitið það? Það var, hérna... Pappahiti frá Selfossi? Það kom pappahiti á Facebook. Já. Frá Selfossi, sko. Það er góður hiti. Já, en ég vona bara svona, það verði ekki mikil pappapólitíkan á Selfossi, sko. Maður hefur heyrt að það sé gamla góða. Ég meina, þeir eru bara með 3 útlendinga og svo er þetta bara íslenskir ungir leikmenn. Þannig að, er það pappapólitíkin, hvaða ungur á að spila yfir hinn? Það réttu ungur leikmanninu. Já. Ég fæ bara illt í baki við þetta. Ekki vera flott bara að bera með Skarpi bara að yfir þessu og... Jú, mér finnst þetta bara á fínni vegferð og ég vona bara að þeir svona taki eitt skref í einu. Já, talandi lið sem líður vel í fyrstu deildinni og það er Selfoss, sko. Já, og það er bara flott. Já. Og þeir voru ágætir í play-offsi fyrra. En svo líka mun, sko, Colin Pryor mæta þarna og berja eins á mönnum, þannig að þeir séu klárir í leikina. Það er rosalega samkeppni milli íþrótta og Selfossi, það er bara fótbolti og handbolti. Já. Það sé verið að reyna að halda upp ykkur körfuboltastarfi, það er bara smá brað, sko. En svona til að klára Selfoss, erum við að setja á, þú veist, í neðsta flokk, hvort eru þeir nær Hetti eða Fylki? Kannski bara alveg mitt á milli bara.
Já, ég myndi segja... Tapa öll fyrir Hetti og vinna Fylki öll og bara... Já, það væri stórt slys held ég að þeir myndi tapa fyrir Fylki. En geta þeir eitthvað svona verið að vinna, þú veist, Hauka og Breiðablik og Skallagrím Ég get alveg stólið þessum leikjum, sko. En samt below them. Þeir hefur klálega finnið það. Ég held að það hafi rosalega góð áhrif bara að fá Colin Pryor á daginn. Já, ég held það líka. Bara á hópinn í heilsinni og bara kúltúr. Hvað hann að fara að vinna? Ég veit það ekki. Hann var í Sportið Vekt síðast ég vissi, en... Ég ætla að segja við, sko, með Colin Pryor sem Tommi var að segja, þú veist, það fer eftir í hversu all-in hann er, sko. Já. Ég held að hann veið all-in. Konan sem frá Selfossi og... Okay. Þú veist, af því að hann er að flytja með börnin og Selfoss, ég meina, nú hann bara, þú veist, hann verður bara í Selfoss þannig til hann hætti og þú veist. Á hvaða tímapunkti, fáum við Raunar eitthvað inn í körfuboltann á Selfossi? Maður er alltaf að bíða til því. Er þetta ekki smá vonbrigði að sé ekki komin í eitthvað þjálfarateymi þarna hjá Já, en hann fór bara greinilega, þú veist, pílan, bara á hugans allan og þá hefur hann ekki tími í körfuna. Ég væri bara til í að sjá hann svona, kannski hann og Árna Þór sem einhvers konar svona analystika, Já, það væri alveg að þetta setja upp einhverja þannig stöðu Þeir eru með þriggja þjálfarateymi í meistaraflokkunum og hafa svo 2 upp í stúku. Já, sækja útlendinga, analytics. Já, bara gæða eftirlit, Þetta er svona illa, þú ert með þennan gæja einhvern veginn í bæjarfélaginu. Illa nýtt. Þetta er svo illa nýtt. Þetta er svona eins og, þú veist, Bjarni Jó er búinn að fá Heiðar Helguson inn í þjálfarateymi Selfoss í fótbolta bara að því hann frétti hann ætti heima í bæjarfélaginu. Já, einmitt. Hvernig er ekki búið að hringja okkar mann, sko? Já. Skil ekki svona. Sama með Everett í Árbænum. Þeir liggja á honum. Já, þeir liggja á honum, já. Gott. Herru, endum þetta þar sem að þjálfaraferillinn minn í raun og veru byrjaði. Hveragerði. Og það voru margar tilraunirnar. Margar tilraunir. Sem voru gerðar að fara upp úr þessari deild með Hamri á sínum tíma. Já. Stundum var maður stoppaður á peningum, stundum COVID. Aldrei löglega. Jú, einu sinni varstu svo löglega stoppaður af stóra Markus Ólöfer, já. Markus Ólöfer. Hann tók ykkur með Fjölni og Á hverju sænar ekki ykkur Markus Ólöfer? Það er einhver mesti svindlkall í fyrstu deild sem hefur verið. Hann bara 40-20. Líklegt byrjunarlið. Já, sorry, fyndið þú sem tala Hamar, nú er náttúrulega Hamar á leiðin einhver allt aðra vegferð. Daði Berg búinn að taka við. Daði Berg búinn að taka við. Við settum í líklegt byrjunarlið Kana. The brothers from different mothers. Já. Lúkas og Birki. Já, Lúkas og Birki. Björn Ásgeir. Frank Kamgein og Kanni. Kamgein í fyrst held ég verði mjög gott sæn. Hann mun geta skorað almennilega. En ég hefði mínum fuglum í Hveragerði og þeir verða bara með tótlinga. Það er bara staðfest. Já, ég hef heyrt þetta áður. Ég hef heyrt þetta áður líka. Til dæmis í fyrra og hitt í fyrra. Já, allavega í fyrra. Í fyrra var þetta, við ætlum ekki að segja Kana. Nei. Þá kom Jaden King. Já. Kóngurinn. Sko, það sem að, þeir halda Bjössa. Raggi Natt fer í Alfons. Missa alveg töluvera hæð. Þeir missa líka smá svona, þú veist, þeir voru með Ragga og þeir voru með Hóse sem voru svona... Já. Eitt sem að hleypur upp og niður og skýtur þristum og annar sem að, þú veist, verkorfuna og það voru svona, hvort sem að þið líkar það eða líkar það ekki, þá voru þetta einhver sterk einkenni á liðinu að vera með þessa 2. Já. Þannig að ég veit ekkert hvað ætla að gera núna og ég veit ekkert hvernig þjálfari Daði Berg er. Ég hef mikla trú á Daði Berg. Ég spilaði aðeins með honum og ég held að hann sé flottur í þetta verkefni. Ég held að hann sé vel liðinn í bænum og svona, en þú veist, ég ætla bara, samt að bara svona, með 2 útlendinga, í alvörunni bara 2 útlendinga, og bara Birkir, Simma, Lúkas og einhverja fleiri gauðra þarna. Ég meina, er þetta lið þá ekki bara í vesenni, eða? Jú, sko, þú veist, aftur, það fer, sko, ég held að Hvað mennur í vesenni? Eru þeir eitthvað að fara að vinna einhverja mjög marga leiki, eða? Nei. Þeir eru bara með 2. Þeir eru bara Kani og Frank Kamgein, Björn Ásgeir, og svo bara eru hinir að berjast. Eru þeir að fara að vinna Skallagrím heima eða eru þeir að fara að vinna í Hólminum, skilur? Það er ekki bara svona við settum ekki í neðsta lagið. Þeir eiga að vera þar, finnst mér, sko. Nei, við settum það í miðjuna. Ok, þeir eru neðstir í miðjunni. Það er algjört þak hjá þeim. Fylkir KF Selfoss eru í neðsta. Og núna held ég mér Hamar alltaf þegar... Ég meina Selfoss er með Colin Pryor, ok? Og Kana og Kristján Vladovic.
það er sterkara svona einhvern veginn svona það svo mikill munur, það sem að fólk skilur oft ekki það svo mikill munur á því að vera með 3 eða 2 sko. Já, ég veit það. Þú veist, það bara ógeðislega mikill munur á því. Ég held samt að byrjunarliðið á Hamar ekkert eitthvað slagt. Ef að kanið við góð. Þeir taka stóðan kana, þú veist, og þeir var fylla ágætlega í stöðu, sko, þú veist, þeir vantar náttúrulega kannski annan stóðan mann, en þeir eru með, þú veist, Björn Áski í pointinum, þeir eru með Frank Hamgen í twistinum og Lukas og Birki á vængjónum líklega. Líka hefur með aðna strák sem heitir Egil 2007 sem bara fín skitta. Simmi segur, sko. Simmi búinn að vera bara mjög vaxandi. Simmi var frábær í play-offs í fyrra, sko. Já, rétt. Þú veist. Gott sjá. Þannig að, þú veist, ég held að þess vegna held ég við Simmi á fyrir ofan Selfoss. Er þetta ekki ágætt bara svona bókaldstímabil? Rétta þessar bækurnar. Nýr formaður aftur. Spörum bara aðeins núna og Fylkir að fara niður og við verðum hérna bara aftur á ári. Brúkum aðeins strákana áfram. Þriðji formaðurinn held ég eftir að Lalli fór eða ekki, eða 4. jafnvel. Þriðji held ég. Já, ekki bara alltaf búið að vera skipti. Svona örskipti á svona nýju kynslóði formanna, þegar að svona Fattu hvað þetta er erfitt að leiða. Já, menn fatta það að þetta sé miklu meira einmitt að safna einhverjum peningum og raða stólum heldur en að mæta í blazerjakka, sko. Já. Ja, menn hafa mismunandi sín á þessum formannshlutverkum, það nokkuð ljóst. En það bara svo það er. Það eins og það er svona í þrískiptingin hjá okkur núna. Já. Við munum ekkert pæla í þessari fyrstu deild fyrir en eftir sko 1,5 mánuð. Já. Cirka bát. Já, fyrir þetta kunum droppa þessum tætti. Já, eftir svona mánuð. Já. Þannig að það er spurning hvort það er ógeðslega mikið eftir að gerast frá því núna. Ég held ekkert endilega mjög margt risastórt. Þannig að ég held að liðin það týnast einhverju útlendingar til. Já, aðalega verður þetta, þú veist, þessi lið sem að voru þarna í miðjunni, sjáum við fyrir þá, þú veist, eru þeir eitthvað að fara að horfa upp með 1-2 góðum útlendingum eða ekki, sko? Það eru svona einmitt Haukar eru spurningamerki eins og staðan núna. Einmitt, Haukar. Spurning hvort einhver félög horfi jafnvel á þáttinn, sjáu svona eitthvað hvað þeir standa. Ef einhvern vantar ráð, þá er það run and gun. Fótbolti.net? Nei, ég man ekki hvað heldur e-mailið var. Það var eitthvað mjög flókið. Bandstrik, mate@gmail.com. Hérna, já, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við ætlum að vera hérna, eða ég ætla að vera hérna með einhverjum, ekkert endilega ykkur. 2. Einu sinni í viku þegar sísonið er byrjað. Svona eftir Eurobasket þá verður grimm keyrsla. Það verða 2 þættir í viku. Skemmtileg upphitun hef ég heyrt. Mjög skemmtileg upphitun. Rosaleg nöfn að fara að mæta hérna í set, ekki rosalegri þið. Og svo verður þetta miðvikudags þáttur allt síson. Ég held samt að þú muni seint fá jafn mikla svona stóði vikt í sófan. Mjög gott að við séum ekki standandi, þá liti ég út fyrir að vera lítill. Herru, takk fyrir strákar. Já, bara takk hérlega og myndu áfram Karfa. Áfram Karfa. Áfram Karfa og það var svona verið að hvísla því að mér að það yrði aðeins meiri fókus, verður að segja, á fyrstu deildinni á sín í vetur. Já, það er stórt. Þannig að við bara fylgjumst aðeins með því þar líka, sko. Já, spennandi. Hérna, og tími til kominn að bera meiri virðingu fyrir þessa deild. Já, þú veist, fyrir okkur. Þegar ég aðstæðast niður fyrst deild, þá fengum við ekki 1 leik. Nei, einmitt. Hvað er það í dag? Það eru fá svo marga. Sko, herðu, 1 í viðbútt áður en Skallagrímur með Fjölnir Hamar með það sé alltaf að lýsa þeim, sko. Það er svo erfitt að kveðja. Það sem ég ætla að segja, sko, er þessir gæjar sem hafa verið að væla yfir útlendingafjölda í úrvalsdeild. Bara horfiði bara á Selfoss Haukar æfingaleik. 2 erlendir í Haukum núna, 3 í Selfoss. Gömlu góðu tímarnir. Colin Pryor náttúrulega Íslendingur. Colin Pryor, þetta eru 2 útlendingar í sitt hvoru liði. Mikil barátta. Þú þarft ekkert að horfa á Keflavík Tindastóll þar sem að Jaka og Geggs eru orðnir útlendingar og það gæti verið 10 erlendir inn á. Þú þarft ekkert að horfa á það.
gætir hort á gömlu góðu tímana. Já, ef þú saknar svona 4+1, 3+2, þá loggar það inn í daldið á þá fyrstu. Einmitt. Ekki vera að væla í kommentakerfi, heldur horfðu á fyrstu deildina. Allavega þessi lið sem eru með... Ef þú ert alveg gífurlegu pjúristi og vilt bara Íslandinga, þá er það önnur. Þá kíkur á aðra deildir og horfur á Leiknir Álftanes B. Já. Mælum við því, takk fyrir í dag. First album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. Why would you question who's better? The world is still mine. Tattoo.